þá er komið að öðru lið á dagskrá. Það er Lánasjóður sveitarfélaga lántaka 2020 og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram 4. liður í fundargerð bæjarráðs dagsett 29. október síðastliðinn, en þar var lagður fram lánasamningur við Lánasjóð sveitarfélaga vegna láns til Akureyrarbæjar á fjárhæð 800 milljónir króna til fjármögnunar og fjárfestingum samkvæmt framkvæmdaáætlun 2020. Bæjarráð samþykkti þennan samning fyrir sitt leyti og vísaði hingað til bæjarstjórnar og ég ætla bara að leyfa mér hér að lesa upp bókun sem við þurfum að samþykkja. Þetta er náttúrulega svolítið prótókoll sem við þurfum að fara í gegnum þegar við erum að sækja lán til Lánasjóðsins og það fyrst þarf að bæjarráð að samþykkja og síðan er þetta hér lagt fyrir bæjarstjórn til staðfestingar og bókunin er svohljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstóllsfjárhæð 800 milljónir króna til 13 ára með jöfnum 27 afborgunum ásamt vöxtum og verðbótum í fyrsta skipti 5. apríl 2020 og lokagjalddaga 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstóllsfjárhæðinni, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjur og framlög til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum og endurfjármögnunar afborgana eldri lána samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar að undirrita lánasamninginn við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttakar undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talin beiðni útborgun láns. Svo mörg voru þó orð. Þetta er í rauninni fyrsti ádráttur okkar af 3 milljarða króna láni sem að Lánasjóður var búinn að samþykkja til bæjarins og við vorum bara að sækja þannig að við erum að taka hér fyrsta hluthaf því og lánið ber 1,4% vexti svona til upplýsingar fyrir bæjarbúa sem er tiltölulega hagstæð kjör miðað við það sem hefur verið undanfarin ár og bara svona til upplýsa þetta, það fannst rétt að koma þessu á framfæri, en þetta er hér lagt bara þessi bókun er lagð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Sem enginn hefur kvætt sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa lántöku gefið merki. Það eru 11. Takk fyrir það.